honum var að steikja lúðu og þá var það haft eftir einum, ég maður ekki hvern, það var heimfært. Það taka nýja mynd, anskotin sjálfur. Nú 2. Taka 2. Já, hér inni árgangurinn hérna. Þetta eru stúdentar, hvaða árgang, ég er bara, er þetta 35 ára eða 30 ára? 30. Hvað ertu gamall henni? Ég er ekki í hlutahófni, sko. Nei. Það er nú bara, hvað er þetta gamall? Já, hann er að koma. Ég er búinn að senda hann, hann er kominn og er á leiðin eftir. Upplýsingar, nýjustu upplýsingar. 30 ára. Sér það ekki á, bara mjög. Hann sagði 20 ára, sko, það var nú kannski. Það finnst mér fallega að sagja. Ég er 25-30, ég var ekki... Heyrðu, var einhver ljósmyndari? Það mynda okkur. Það er nokkur spurning á að fá mynda. Við vorum svona eiginlega líka með því að það eiginlega. Rosalega með sæl. Erum við ekki sæl? Já, merkilega. Er ekki hægt að láta blikka svo það komið til? Er eitthvað markað? Svo er það svona fest eitthvað svona. Þau eru klappfrými. Við erum svo sæti. Er það ekki? Eigum að vera 3, komdu líka 4. Allt sömur. Þetta er lína sem heitir allt annað. Já. Það væri að spara Jónsson það hér til þess að smita eitthvað. Ok. Þeir eru gestir alveg í röðu. Já, þetta er Lappa hér inn. Það eru samt í það. Ingi Gunnarsson. Já, blessa. Er þetta maður Ragnar Jónsson? Jú. Já, bless. Það veist að maður séð þau ekki nema svona stúdenta á samkomum. Já, það er þó 5 ára, 5 ára fresti. Og 5 ára fresti undir áhrifum áfengis. Já, en ég er eðlust og... Ekki það fín. En svo eitthvað bokka var rífið, sko. Ég kom fyrst ekki mjög stóra gerði, sko. Já, það er bara svo mikið. Ég veit ekki hvort það má jafna sig það. Árið svona síðan og eitthvað. Alveg út á þeim tíma. Veitir ekki að gera á milli? Það var góð spurningin sem þú spurðir hann alltaf niður. Verður það sko að það byrst inn að honum. Ég fengur þar með einhverju fólki. Við erum Bjarni við. Hann er þurft að gera alveg ótrúlega góða myndir og þú hefur alveg svo gott efni þetta fyrir norðan. Ég hefur á myndir sem hefur verið að taka norðan ströndum sko. Norðan ströndina og Björn Rúsvara myndir. Hann er búin að þú bara lofa því að sína við meira. Jófæsverðið? Já, og það bjóri fyrir hann sem að vera bjóri kaupætti. En það þarf eiginlega alltaf. Ómenn er alltaf hann bjóri. Nei, ég var alveg rosalega hrifinn af þessu myndum sem við sáum. Það stendur svona bara skota hundur sem sittur svona við kaffissu í eldhúsi. Hann er svo greinilega í landhelgi. Frábær sko. Alltaf var stór svona. Hann vissi það að hann aftur var ekki verið að hann hefði verið það. Það var bara einn og þetta var að vori sko, kast og hann hafði glotnað, fekk að vera við eldavél með fóttum. Lengi er ekki góðan við fórstofan. Það sem hefur átt hund, það er ekki svipið. Það var bara eitt ring, svo reyna á eitthvað.
Ég þarf að segja Geir Horfni þetta alveg Við séum það að við erum í sjálfsæði Ég breyta og það ekki fengið að koma? Nei, það var aldrei þetta. Hvað breytist? Þetta er ekki sko. Hvað breytist? Ég bara fekk Þorsteinn til þess að setja mig hérna í aðborð. Ég er svakur sigur líka sko. Hann er eina í Ég var að taka myndir og alltaf verið myndir og veitur og alltaf verið sem betur og alltaf meira meira virkur. Þetta með að sást ekki upp. Ég skal segja það, þetta er fólkið Þú veist Stjáni bara að vera að byrja Já, Stjáni. Hvað gammal hlandið? En ekki að það er svona eitthvað að fíla það er ekki eitthvað aldrei Það var ekki Við vorum náttúrulega sko Við höfum bara sagt að tíma Einir höfðu heyra helgar Þetta sýnir það að maður er tilbúin að fara og taka það bara Nú er sko bannan það er jólastæð það er eitthvað vakti og það er upp í sviðin Já, svona dammast. Já á leiðina sko Þegar ég gæti líka setjum til Það er eins og tekið hérna Hvað er það? Kemur það klætt Já, vitnislistin Já, minn Það var nú ekki þessi rjóma flýgarlegar við lögum formlegri kennslu í menntaskólanum allir með tilmynd þegar ég maður það stóð fyrir dyrum mikil kveðjur hátíð og svo framvegis en enda í vílíkum anskota spil og það var ég í þetta komandi skemmtum en mér er eitthvað minni 30 ári langur og merkilegu tími og hann er enn merkilegri fyrir það að í þessum hópi eru þó náttúrulega aðeins sem er búin að vera giftir í 30 ára og hafa haldið út af þess að þetta skipt inn á. Ég held að við skulum bara gefa þeim gott klapp. Ég finnst það merkilegt vegna þess að ég er nú við starf eins og hálfgerður eftirlitsdómari þar sem ég verið að fylgjast með inn á skiptum. Og bara dresti út af líka. Hvað var með geðheilsuna hjá þessu?
Látum líka milli hluta. En þessi árgangur líka merkilegu fyrir annað að þegar hann byrjaði í menntaskólanum á Akureyri þá var tekin upp nýr siður hvernig við vorum tekin inn í skólan vegna þess að einn í okkar árgangi sem ætlaði að vera ára undan okkur og hér meðal okkar í dag það var limlestur við tolleringar höstu 66 hann beðinn að standa upp og þá var tekin upp nýr siður og ég fór að lesa hér í gömlum skólablöðum og hérna hér heilmikið fjallað þessar limlestingar og þennan nýja sið sem var tekin upp. Þannig að við erum fyrsti árgangur sem var tekin inn í skólan með allt öðrum hætti en fyrr og Ingvar var tekin inn á tvennan hátt eða en því sagði ég þetta með þessi hjónabönd sem hafa haldið og að það lítur að vera ást sem liggur að baki því. Það þarf. Ég finnst þetta var hláturmyndur og góður hópur og þegar Lína hringdi í mig í gærmorgun og sagði að ég hefði að halda hér upp í fjörð og segði að það væri bara sjálfgert, það væri innbyggt í hópinn. En ég las hérna í gömlum gambra ástarljóð Ættu verður að einhver hafi samið það sem ég inni, þetta er sko 34 ára lögum síðan 67. Æði ber, heitir höfundur, ég veit ekki. Hvort að hann var æði ber eða ég veit ekki. Ég finnst ljóðið merkilegt. Ljóðið heitir Ást og hljóðar svo. Oft verður mér hugsað til blómanna sem vaxa á völlunum. Þar er eitt blóm öðrum fegurra og að hugsa sér þetta litla blóm. Vera aðeins fræg og frjókast fyrir tilvist einnar lítillar flugu. Einn dag mun flugan koma og setjast á blómið fagra. Ósk mín er svo að flugan smáa verði ég. Þá er komið að hérna, annars er engin formleg skemmtiatriði, menn ég sagði í gerð þegar Lína hringdi í mig að það var engin formleg skemmtiatriði, það er allt í lagi, sagði ég Lína, og þriðja klassi þá síndi Geir Hornir í Já, það er komið í. Svona aprópó það að þá er, sko, þó ég vinni með lækningar þá hef ég séð þig hérna hálfa mánuð verið við sveitarstjórn á Búgarðinum og ég rak augun í eitt og það er sko því að Geir nú alltaf að leggja á Skammta og svona og þegar matarhólu fyrir ríkið þá kom ég auð á eitt. Ég hef miklar hérna byggingar sem ég þarf að halda við þarna á Búgarðinu en þennan hálfa mánuð hef ég verið að gera gamlan steingjarnan grafrið. Ég fór og kíkti á Skaftframdal og ég sé hann er ekki á fasteignamarkaði. Ég meina mikla steik! Það er komin í viðbóta matarhólu. Það er Lína að hérna fara inn á aðeins smá praktísk atriði. Það er nú að orðlega heitir við, sko. Það er best að þessi veið bara svöng á hægina eða bara þegar hann öll þreyttur að vinna. Já, það var fyrir ég svona konsultur raddaðslegar. Það var samt ákveðið að við myndum skipta svona svolítið á myndfanga við bænsi. Ég er svo 15 og úðustökk og ég ætla að sjá praktísku aðeins. Samt er tungumála sínu. Fyrsta lagi þá var það matsveitin í kvöld. Ég vænti þess nú að því að við fengið bréf, flest hver í það minnsta. Það sem að... Það er ekki.
sömu til ég hvað Ég nefndi þetta ekki. Ég nefndi þetta ekki að við þetta. All kind of some shit. Grænmeti, rækjur. Er það eitt lax eða? Já, þetta er lax. Þetta lítur rosalega vel út. Eitt lax. Ákveða unga drengja, fjórnarpa unga drengja og jafnvel unga kennara sem byrjuð að mín sóknarbönd núna og það var það að geta ég stoppaði á samkomið þegar ég vil ef hún fer yfir öll velsæði. Þannig að við það byrjum að drekka vel og gefa mér líka. Ég umhverða lengur. En þegar við vorum að fletta skráni með myndunum af gömlu kennaranum okkar og meistaranum og Steinþóri þá lífjast ýmislegt. Ég var þess aðnjótandi innan kannski gæsalappa að vera með Steinþóri Steindórssyni síðustu árum sem það lifði í nokkra mánuði á Kristnesi. Og ef hægt að tala það að Guð byrja á eldin einhvers staðar á líkamannum þá byrjaði hann neðan á Steindóri og skildi höfuðið algjörlega eftir. Því að hann var algjörlega svo kýrskýr til mest að fyrir stöðsindur og ágætt dæmi það er það þegar mér er húrað niður þá í fótalausum niður í sjúkraþjálfun þá situr þar á bekk Steindór Steindórsson og veit ekki hvað hann að gera veifandi höndum út í loftið og ekki fyrir að þjálfa sig. Maður á skýra þess atriði og ég kem þarna inn og segi nefnir mér á stólum að Steindór og segi komðu sæll Steindór hvað þú hér? Nei, þú verður búinn að missa bolla að mynda. Þá var kannið það skýra hann að þið heita síðan einhvers staðar að mér hafa orðið fótaskók. En svo sá ég mynda Jóni Átnaðar. Þessi auðmikli maður, hann bjó algjörlega á vitlausum náttúru. Það voru Suðurlandur að þessi landi skelfur sem mest. Þannig að söguna þegar eina eða annars skipti sem að Norðurlandi hristist á sagði næ, ég góða við kondum á júnið. Þannig var hann að breyka náttúrumaður eins og þið vitum og sjálf þetta nota hristingi. En ég man ekki hvað ég sagði við ykkur þegar við vorum 25 ára stúdenta, ég var svo skýt nervus. Það einu sem ég man eftir, ég mun ekki heldur það gott. Það einu sem ég man eftir það þegar ég var að lúka þessari hátíðardagskrá okkar, þá kemur maður slagandi á móti mér með eggvopn í hönd og rekur í mig og sagði ég vil að skrýða þig merkjum Menntaskólans. Þetta var til Íslandsson. Síðan hefur þessu örgulega hangið í jakkavötunum minna. Og það ég ótrúlega út því hún kemponaði alltaf uppi. En ég tek eftir því að stúlkurnar þær leita miklu meira á heldur en gerði í Menntaskólanum. Og það er náttúrulega, segi ég, samkvæmt lögmálum að ég er miklu meira sexy núna. En það stúlkur ef þið hafið séð því sem ég vona nú, að þið hefur séð maka ykkar eða kallmenn bera í hörnum. Í skelving.
Því að ekkert ljótara heldur en allsberg karlmaður. Hafið þið séð ósamræmið í sköpuninni. Tveir mjóleggjaðir staura niður og eitt svona eins og, já, ég veit ekki hvað. Einhvern sem sýta heittinn við eða eitthvað. Þannig að ég ákvað það, góði vinir, að ég vildi laga þetta. Það sem var ekki möguleik að fara í strekkingum en að stunda, þá fór ég bara í stikkingum. Og þess vegna finnst mér ekki mikið að ykkur fyrir því að þetta sjá mig þegar ég fyrir úr Lúksson. En hins vegar þá viðurkenni ég það að spyrnan í gaflinn horfin. En kannski horfin hjá fleiri og verða þið eru hættið þessu bortu. En mér langar nú til þess að benda ykkur á það að maðurinn hérna sem stendur við undir ljósinu hliðin á málverkinu stóra. Þetta er ekki síðasti jólasveinninn. Þetta er Jónas og konuna Sanni hefði síðan að þá er hann hlaupandi út allt. Þetta fólk það hefur gert ótrúlega hluti hér í Sveinbjarnargerði. Og einhverju voru að hvísla með þetta. Hvað var nú sláturhúsi? Hvað var nú þetta eða hitt? Ég viti það að Sveinbjarnargerði var ekki rosalega stórt prestafn. Það má ekki segja þessi hægsta bú ennþá. Það sem þið eru hérna. En þessi staður hefur breytt mjög svip og þau hafa lyft í grættistækjum þau Jónas og Anni. Og ég vil segja það að ég hef búin að vera hér oft í samkvæmi og borða hér oft að maturinn er góður, en það Jónas maður líkitt og veit hvernig maturinn á að vera sem væri ekki svona flýt. En hins vegar líka að staðurinn er frábær. En það er gleðilegt að þið vera komin hingað út hendir. Þið komum á 25 ára afmælinu út til okkar Ingu í Laufás. Við búum rosalega vel núna ef þið viljið koma. Við erum bara flutt í nýtt hús og nýja og gamla festletri og voruð að þjónustumistu fyrir ferðarlega, veitingar, restur og veg. Og þess vegna stúkur, konan mín er aldrei heima og hún stjórnir í þessu. Þannig að ef þið eigin leið, Einar, þá hef ég alveg tíma. Og mér finnst korsarnir ykkar og strókurnar og allt. Þetta var eitthvað sem ég reyndi að myndi gera þegar ég var í menntaskóla. Eins og ég hef skrifað í þessari bók sem heitir Náttfötin niður eða eitthvað húnir afhjúfur menntaskólanema og nokkur voru fengnir til að skrifa eins og ég. En það kunni að verið velkomna. Ég var öðrulega eitthvað gott þannig. Konan segir að afhendi númer. Þá veit ég betur með hvert ég á að vísa þessu sem ég hef ekki nokkur ráðhanda. Ég get lofið því að fóna verður að fjölga númerum. Ég skal vera komið að aðalréttina og ég heldur byrjum hinum megin frá. Sem hann að það já. Sem drukknaði á mig þetta fyrir neðan bæinn haustið eftir að pabbi dó. En vinnukonan sem stóð á bakkanum heyrði þennan fyrri part af vísu sem hún kvað í dauðanum. Það var hennar svanur söngur. Því miður sökk hún áður hún gat drottið. Nú er ég að deyja og drukka hérna í ánum.
Þetta það eina sem kynir eftir mömmu. Við erum utan 400 lausavísir sem búið sem kaupfélagi gaf út 1998 og sendi viðskiptavinum sínum. Við Gvendur vorum semsagt á leið til Þorláks en gleymdum okkur við kveðskapinn og vorum komnir nærri því niður í þorp þegar við rökkum við okkur. Þá snerum við, líka við og þystum tilbaka á hestum okkar, Móra og Lilla Móra. Þorlókur tók vel á mót okkur og kastaði okkur kertiskísu af því við vorum hætti seinu. Jæja, kappandi knárum, hálnum þið loksins til kalsins hann Þorláks á skýrstöðum. Þorlákur sveitaskald við erum komin út eftir hann Hópi Reykjavík sem heitir Í eftirinu. Hann var líka í úthlutunarnefnd listamannalauna til dauðadags eða þegar brann inni. Ásamt tveimur kanarífuglum, Njáli og Bergþóri. Rétt fyrir jólin 1958. Við Gvendur skildumst frá sneiðina sem við áttum í vísunni og róðum. Þorlákur sagði að þetta væri allt í lagi og bauð okkur inn í bæ. Alla leið inn í eldhús til kona sinnar hennar Guðnýjar. Guðný var stór og myndarleg. Kona, rauð í andliti og sæleg með fléttur sem náði niður í metti. Hún bauð okkur strax vísi og flóð og við borðum eins og við gátum ykkur látið á þessu góðgæð. Og svo þegar við fórum, laug hún fullum boka af búðusikri á okkur og skýrst okkur regningskossi á munnin að sveita sig. Guðný var góð kona. Og var öllum skjálfilegur handur. Þegar hún var úti líka á drögnum á litla koti. Þorlákur sent hana eftir brennsvíni á reyna 1983. Til allra og hamingju var enginn heima nema hundurinn Ingólfur og aumingjusonur þeirra, sem neitaði að hleypa gömlu til líka. Og því fór sem fór, hún var úti þarna á fröndum. En það nú önnur saga sem ég hef gert. Í ársveiti Búnaðarfélagsins 1951-1952. En ég formaður þess félags ársveitisins. Það má kannski stóta því hér að heimilisfang ársveitisins að byrja og kasta hvert eindag 80 krónur sem miklu ódýrara en til dæmis hjá helginu hún Guðbrandi sem formað Búnaðarfélagsins Gróandi land heppileggt og ljóst með skörn hans heitir Sandgræðsla og brett á lénan pappír og ekki auðómerkileg og ráð ekki engum maður. Nú, við Gvendur og Þorlákur riðum skemmstu leið upp á fjall og svo sem leið lá næstu 12 daga til þess staðar þar sem fjallkóngurinn af Ítlifi og Balla hafði ákveðið sem mótstað. Það var loks ár og voru sumir hestarna þá orðið þreyttir. Einhver blesi Þorláks sem fótbrotna á 2 fótum á öðrum degi. En hún voru svo furður hessur. Þetta var úrvalskynni sonar sinni blesa stóra þess sem hljóði 10 daga og 10 metur spýtalaust með búrfóta sinn 12 á Melrakkasleppur. Siggi var það með henni. Melrakkasleppur þvert yfir landið til hjálpunni hans sem bjó í Sandgerði.
gera aðra hesta betur. Þessum verður mjög rómuð og hennar get ég ánum. Jæja, ég ætla að segja frá göngunni. Göngunni. Fátt markvert gerðist. Og engin stóðslis urðu á mönnum. Nema Hallgrímur á bakka og 3 vinnumenn hans drukkni í ánni. Það sem hún snýr við í fargi sínu og rennir í landið. Er þetta eina ári sem ég hef séð gera þetta? Þá hefur ég komið víða við með hans í Reykjavík. Og Þorsteinn sonur Illuga Hjartarson hrapaði á auðleysi sinni og hálsbrotnaði bæði. Var það mikið Þorsteinn var maður mannmannlegur og skaldbott. Þegar gáfnamenn varði Illuga líki af Þorsteini, sá ekki sorg á honum enda karlmenn hið mestu. Það mælti að minni frá þessar vísu. Nú Þorsteinn farinn frá mér, finnst mér það skjali skeður. Því mikils var að vænta frá þér, svo mér skiljaði. Heimtur voru góðar á skellum og gekk reyla að reka þeim réttina. Fórum hver bónda að leita að fésinu og auðvitað ekki mikla rýskingar. Utan einu sinni Hallvarður á Ytrahóli þóttist eiga gráan hrút sem ég veit með vissu að Þorlákur föðurbróðir átti enda markið augljóst bitið aftan vinstri og keypt fram hragarinn. Sá alveg skynsaminn bandið að húsum rætti verið Hallvarðar þar sem hann skar eyrun af öllu sem fyrir. Hann skar með þau þetta. En hann þrætti og var Illugi Hjartarson að ganga milli þeirra rauð. Kastaði Þorlákur þá fram þessari myndparti og skoraði á Hallvarð að veita. Þú skalt ekki reyna að stela skepnum frá mér skepna þín. Hallvarður gat ekki botna og gerði menn því hróp að honum og var hann því hinn kindarlegasti og eldvarnandi, en það vissi þau heldur upp á skepnum. Það framist að Þorláksmjör guður margir til þess að hygla honum hári, jafnvel hreftjóri, og gerðist Þorlákur nú mjög glaður. Þessu slógu þeir sér þá saman hann og 3 utanverðursnesa bræður þeir Ósvaldur, Finngrálkan og Hlaupundur og sungu akkjálfur og sendu stúlkunum skeyti innan Svega í Gamlihó. En þær hýndu þó undir vegg og létu lítið á sig bæra, einhvern þá Gerður, dóttir Illuga Hjartarson, sem þótti lítið til söngmanna komið og sendi þeim þennan fyrirpart og bað þá opna. Illa þykir sveina syngja, sú var áður önnur tíðin. Gerðurinn þótti fallegri þunga að skjálfast að meðja í sveitinni og gengur saknanda mann á meðal að henni myndi fylgja í heima mig að minnstakosti 100 fallegar hæð. Þorlákur opnaði samstundis, en ég sé mér til fært að hafa opnað ekki. En hann orðinn löngu landslegur, þessum skör. Rak Þorlákur henni rembingskostur í botninum og var öllum mjög skemmt. Jógu allir viðstaddir að gerðunum, en hún önnaði og var undir leið, sem von var og hætti að henda gaman að söknum. Brátt slóðust fleiri sökmenn í hópinn og leið ekki á löngu, eins allt voru þarna að syngja nema Þorlákur föðurbróðir og Gerður voru hópinn. Hvernig gangur það mjög í flyttingum. Í þessu kom Gvendur bróðurinn til mín og sagðist að sér til Þorlákur Gerðunum kissast í hlöðu og láta vekk á hlöðu. Og svo hafði þau farinn í hlöðu. Bað hann mig fylgja sér sem ég gerði. Sýndi hann mér skata á hlöðunum og kíkja það inn, en það var lítið fyrir myrkrið. En augum mín tók að venjast myrkrina, þóttist ég geta greint þau Gerðunni í slagsmálum í híl. Og
þótti mér það undarlegt þar sem Ál hafði farið svo vel á hún og Benni voruð ég að sér að kissa. Sýndist mér samt sem Þorlákur hefði verið. Því hann var ofan á. En það karlmennið í mestu. Það var ekki hverjum sem var að koma hann á knér, almennu bíljónum. Orðið bendust nokkru stund á aðferð þeirra og gekk á ýmsu þar betur. Að lokum heyrðu á vits og hittum og sang. Heitustu Gerðrún og Þorlákur aftur en ykkur í það spísna björn gekk eitt af brotnum og vona ég hún hafi Þorlákur Gerðrún nóspartur styrkist á okkar en Þorlákur var áfatóra. Hef ég aldrei fyrir það síður vitt að Þorlákur verða áfatóra nema Daginn eftir Þorlákur og Gvendur og tölum umræði verð. Fyrstu ganga Þetta eftir Sigurð Jakobsson. Þeir sem ekki vita, las þetta hér upp í menntaskólanum. Ég eiginlega viss að það tók miklu lengri tíma þegar svo mikið sem En það líka ekki mikið hægt á þau verði afskaplega alvarlegir miðað við það hvernig kynslóðin í dag eða það. En eins og þið vitið að þá erum við sem að þykjumst einna stjórnendur þá innu opinbera og erum á launaskrá hjá Geir Haarde að við erum svona heldur til trafaða það sem við erum og það sem við erum að gera. Og þess vegna finnst ég eiginlega best að senda okkur eitthvað sérstaklega erlendis þar sem við erum á einhverju ráðstefnum eða fundum eða eitthvað þess vegna svo sem ekki að þælast fyrir vinnandi fólki sem að er að reyna að kynna því sem að gera þar fyrir ríki eða sveitarfélögin eða hvað það nú er. Og þannig var nú að ég er nýkominn úr einni slíkri reisu til Spánar, kom reyndar til landsins í gærkvöldi og þegar ég var að keyra norður í dag þá svona laust á hann í hausinn á mér að kannski væri þessi viti að standa þessu upp og spjalla við þessu. Við að deila með þetta, heitir ekki að deila með fólki, er það ekki, reynslu mín eða eitthvað þess vegna. Já, deila við. Já, mæðrastyrknum? Nei, ég er ekki að spila hjá mæðrastyrknum, það er alltaf reynd. Eins og þetta er dagpenning frá fjármálaráðuneytinu og það er alveg sjálfsagt að viðurkenna það. Áfram. Nú, ég er að skipta þessari ræðu niður í tvennt. Annars vegar er það fáhlutinnan fyrirmyndir sem að heitir Manuel da Feria á Holtavörðuheiði. Og seinni hlutin, hann heitir eitthvað sem svo Einar Benediktsson undir rótum Sierra Nevada. Og síðan bara veitum hvernig spilast úr þessu öllu. En þannig var að þessi ráðstefna, þessi fundur sem ég var á Spáni, að hann var haldinn í Granada. Og Granada er eins og þeir vita sem langar að komið feikna fögurborg og mjög gaman að koma þarna. Og eitt af því sem að gert var svona þegar ekki var verið að tróða í mann mat eða tróða í mann einhverju visku útgáfumál og hvað héti útgang í mann eins og það heitir í dag eða electronic publishing eða ég veit ekki hvað þetta heitir allt saman sem við þurfum að vera að tala í þessum útgáfum hans í dag að það var farið í skoðunarferð í Alhambra-höfnina sem er eitt af veraldar mínum dómi, það er að segja Márahöfnin fræga fyrir ofan Granadaborg og þar trýttum við ganga og garða undir frábæri leiðsögn þarlends leiðsögumans og meðal annars þá leita hann okkur þarna inn í garðana frægu við á Alhambra-höfnina og
maður fékk að kynast þessu og sjá þetta veraldarhundur sem að þetta nú er. Það þátti merkilega að sjá þetta að það eru gosbrunnar og þeir eru að misjöfnum aldri, það er að segja þeir sem eru frá tímum múslímanna, frá tímum márana þarna, þeir eru afskaplega svona hæglátir og það vætlar úr þeim svona hægt og rólega svona eins og þeir síðan með, hvað ég var að segja, það er svona bara að þrengja blöðrahálskirtlinu en eitthvað þess að það, þetta er svona óþægilega ræðislega buna. En þetta á sér þann skýringu að múslímarnir þeir vilja ekki að koma þarna til þess að sinna andlega íhugun og hérna slappa að. En svo eftir aðri gosbrunnar þarna sem aðeins meira kveður að og það er ekkert verið að blöðrahálskirtlinu í þeim og þeir eru frá kristnitíð. Og það var afskaplega gaman að vera leiktur í gegnum þetta saman og þegar við vorum að fara í gegnum þetta og ég er eitthvað að kjafta við liðsögmannin þannig að þá segir hann sko það er hérna sem að við ágæta tónskap Slapæja hérna sótti sér hugmyndina í tónverki sem hann kallar Garða Spánar, Spanish Gardens á ensku. Og hérna hefði bara og hlustið á þetta tónverk og atriði hvort við hérna sjáum þetta ekki fyrir ykkur hérna þessar garðar sem við aðeins að hlusta. Þá síðan ég hinn. Og ég í hérna bóttinni þegar ég komin heim og í morgun þurfti ég aðeins að skreppa í vinnuna og hérna ég eitti tíma þar sem var fram undir hádegi en þá komst ég í það að eins og stjórnendagi síður að ég var frekar að þvæla fyrir þetta hitt og ég ákvað að það best að ég færi að borða mig og mér líka norður fyrir svona stuðið og láta þá hérna vita sem að vilja vinna. Og kíkja þó í bóttinn aðeins áður en ég fer og viti með að þá ég búinn að fá geisladisk í hérna plötugrúpu sem ég er í og fyrsta það á dagskrá það eru Garðarsspánar, eftirlega þægi. Og ég skemmtilega þægi á hérna plötuspílarinn eða sketispílarinn þegar ég var að keyra yfir Holtaverði hérna og þar með var ég aftur komin til að landa. Alveg frábært. Ég veit ekki hvers konar tilvíðanir þetta eru en svona er þetta nú saman. Nú, eins og ég sagði áðan að þá tilheyrir þær svona ráðstefnuhaldi og fundahöldum í erlendis að maður er yfirleitt tróðinn út eins og kartun að mat og allskyns vegum. Og auðvitað lendi maður í því þarna á Spáni og eitt af því sem þegar þessi fundur var að enda sem ég var á hérna að þá var maður tróðinn út þarna sérstaklega. Og það að byrja á 3 forréttum. Fyrst var eitthvað grænmeti sem maður fekk, síðan fekk maður eitthvað sem maður eitthvað svona síka með melónu sem ég held að sé ítölska uppruna, síðan var saltfisk, íslensku saltfisk, svona vært gurkur af saltfiski og síðan kom aðalréttur eftir það, síðan eftir það. Nú þegar öllu var lokið að þá var svona komið fram til miðnætti og ég þegar náttúrulega ég get ekki sofið þegar ég tróðið út eins og kappur svona undir miðnætti. Þannig að þegar ég loksins komið á að þá átti ég erfitt að sofa. Og eins og gerist þegar maður er erfitt að sofa þá fyrir maður að dreyma ykkur anskotin saman. Og þá er ég komin að setja ykkur það sögur. Og það er einn að befa undir lífið sem ég var á. Því allt í einu þá upplýði það í draumi að ég var komin inn í þriðabindi ævisögu Einarsbjörn. Og þetta er þessi merkilegu fundur þegar ég hef ekki gert mér grein fyrir því að mann geti dreymt sagnfræðilega. Og mamma sagði okkur að dreymiði vef eða dreymiði fallega eða eitthvað svo leys að hann ekki sagt við mig dreymiði sagnfræðilega. En ég máttaði þannig að það er afskaplega gaman að láta mig dreyma sagnfræðilega. Og þetta gekk í stuttumáli út af það og nú skal ég vera stuttur. Sko, drauminn gekk ekki út á Einar sjálfur, heldur út á svona Már Benediktsson. Því að þannig var þegar gamli maðurinn, eftir allt sitt veraldarafstur, var nú loksins hérna farinn að hafa hægt sig fyrst í Reykjavík og síðan stuð í Herdísarvík, eins og allir vita. Þá var Már sonur hans að fást við ýmislegt, að vísa á allt öðrum skaða heldur en kallinn hafði gert og það tók jafn illa fyrir honum í mörg af því sem hann tók sér fyrir hendur eins og reyndar hann gert þessa þjóðskapni. En það sem gerist í þessu draumi er það að við dreymum það að Már Benediktsson, hann þekkir sig til og gerist ákveðið það að gera eins konar umboðsmaður skemmtikraft á Íslandi. Svona sem það svo Pétur Pétursson Sturlur eða eitthvað þess að.
Þetta gerist einhvern tímann á árunum rétt fyrir stríð, seinna stríð. Og hann ákveður þarna, hann ætlar að skipuleggja tónleika þarna á Íslandi og hann byrjar á því að fá Stefán Íslandi og Pétur Jónsson óperusöngvara til að fara saman til Akureyrar og halda söngskepnu. Og ég myndi að þetta gæti alveg hafa gerst. Þetta gæti alveg hafa gerst. Og hann fer einhvern undirleikara með þeim kvöldum og hann semur við leigubílstjóra í Reykjavík að keyra þá norður til Akureyrar til að halda söngskepnu. En fyrsta erindi þessar leigubílstjóra er það að hann má koma við í ríkinu og kaupa kassa brennivín. Og að sjálfsögðu gerir hann það og síðan fara þeir félagar norður með einhverjum undirleikara hver það var, ég hef ekki hugmynd um það. Það kom ekki fram svona sem skipt væri, en allavega úr þessu verður herskag fyllir í Sveisal norður til Akureyrar með kassa brennivín í sportinu í leigubílum. Og þeir komast einhvern veginn í gegnum þennan koncept á 50-dagskvöldi norður á Akureyri, vel slompaðir, mun ekki textana og svona hafa sig í gegnum þetta með aðstöð hvort annars, það verður úr þessu helgarinn og skemmtud og fyrir rest að þá líkur þessu konceptana og þeir kallaðir að þeir hverfa síðan á sögu. En eftir stendur það að þessi ágæti maður Már að hann hefði gert þessi umboðsmaður komið að stað þessu tónleikum þarna og Ég vil segja frá mér klára minn og svo komið þið með framhaldi. Helvítis vitleysunum sem allt þetta. Þetta var djöfull stremmi frá. Ég held bara með þess að Siggi Halldórs hafi ekki fengið nema 7 fyrir. Það er alveg hróðalega hátt því að Akureyringarnir voru flestir með 0,5. Man ekki hvort ég fekk 3,5 og þótti gott. En það voru helvits launur á gangi vegna þess að næsta tíma eftir þá var hinn bekkurinn eitthvað bróðið. Það var sko fjórði. Og ég þarf bara að segja mínar liðið og þessum sögum eins og mér hefur sagt þetta að það var Þórarinn Hjartarson svo léttur, það var auðvelt að lyfta honum og hann sá þokkalega vel með gleraugum. Hann gæti lesa á töfluna og það voru nokkuð sterkir menn í hóknum, var ekki loftur allavega að allir sem þótti mjög glöggur og góðir eins og hann satt niður á mölinni og leysti dæmið. Eigum að sitja þess að sögum sem Ég ætla svo að fá að leiða þetta á eftir. Við skulum taka á fyrir. Eins og þegar hefur komið fram að þá læri Téður Ingólfur ekki meira á sig heldur en þau sem var til. Siggi? Ég er auðvitað bjútt neinstæður yfir því sem rann hefur komið hér í kvöld. Við fórum að það suður og máli. Það er aldrei herða okkur það sem það er ekki í hugað. Það er okkur svona skrúð og upplýsa. Þið hefðu það hérna af. En þið vitið það að við erum hérna 3 pör. Við höfum skákað okkur saman á lífsins leið. Það eru 3 erferingar og 3 emmæingar og þessum árgangi sem hafa gifst og svona eins og Bengt sagði áðan hangir saman. Það er sem sagt Inga Jóna og Jósefína og séra Hjálmar Jónsson. Já, ég er að tala pörin á gifst þessu bröst. Pörin á gifst þessu bröst og
Þetta náttúrulega hættulegt. Það var talað. Það var ákveðin sprengjusvæði. Sváði hjá Víku. Ég sóði hjá Víku öfnum. Það var eitthvað, en ég bara bæta þeirra eftir. Ég kom út í pólitíkar og skoða snjóður hefur því. Má ég spila bara því að við syngjum hérna eitt gammalt ítalskt lag. Og Sole Mio. Við vorum ekki alveg svona sjálflaus. Þetta fengur í við turum reynslu stúdenta af veru sinni í menntaskólanum. Það er mjög áhugavert og gaman að lesa það bók þegar það var að leggja sig eftir því. Og eitt af þeim nöfnum sem að koma þar, hvað eftir annað, sem höfðu allavega og aftur komum allavega inn í okkar tíma, allavega fyrsta árið okkar í menntaskólanum. Og það var Brynjólfur Sveinsson. Og það var allstaðar sagt til Brynjólfur Sveinsson að hann hafði verið alveg yndislegur í sambandi við Egilssögu og allir hefur upplifað Egilssögu á sín sérstaka hátt. Og það hefði verið svo dásamlegt að lesa Egilssögu með Brynjólfur Sveinssyni. Það getur vel verið að það hefði verið marga
Já, en það var allavega ekki fyrir margar okkar sem að lásum Egilssögu Brynjólfur Sveinssyni. Og eitt af því sem að ég man alltaf eftir því að þegar ég kallaði mig upp í tíma, við komum við, hann kallaði upp, það var í stofu í kjallaranum, í norðurkjallaranum, miðriði þar, þegar það voru í íslensku í Friðabæk, stelpunar frá Akureyri. Og hann segir við mig, þegar ég kem þar upp, og nær einhvern veginn að setja einhverja af sínum útlimum utan mig og halda mér á þetta höfnum minn, og hann segir, hvað viltu segja mér hana Brák? Og ég horfði á hann og sagði, hann drekkt henni. Hvað meinar með því, sagði hann við mig. Honum fannst hún ekki nógu góð vaktfóstur. Og hvað áttu við, sagði? Já, honum fannst hún bara ekki nógu mikil svirði. Hann bara drekkt henni þegar hún fannst hún ekki nógu góð. Og hann sendi mig tilbaka aftur. Hann vildi ekkert ræða þetta meira við. Og ég man alltaf því að síðan var ég að kenna í Fólkskóla Íslands. Ég var að kenna eitt af því sem ég ætti að kenna var það hversu virði fóstrustörf og barnageislustörf verður verið í íslenskri sögu gegnum árið. Og ég meðal annars að sagði þessum stúlkum sem ég var að kenna hversu mikils virði þessi störf væri. að konuna sem ekki stóði sem hún vil að það var bara dreg. Og þetta var eitt af því sem ég manni og leftir með Brynjólfsson. En ég lærði voða mikið af þessu og við höfum örugglega lært mikið af þessu sem voru með Brynjólfsson. En mér bara langaði til að segja fyrir þetta vegna þess að það var verið að tala að sýndilega hefur svonum og það var ekki saman við geomafíu og ég var aldrei í geomafíu. Það er eins og kona mín og Ringeyjuna. Þar voru áberandi í kvennarhreyfingunni eins og þetta á dönsku, svona Auður myndi segja kvinnubevegelsen. Þá er ég að segja eins og maður nokkur sagði, jeg har ikke noget imod kvinnubevegelsen, så længe den bevæger sig rytmisk. Ég segi ljósabúta í öllum tilverunni. Það var hann að segja lífsreynslu sögur máladeild. Ég er sko ekki að segja lífsreynslu sögur. Ég var að standa upp á máladeildastúdenta sem aldrei lifði jafn skemmtilegu lífi og ekki með neinu svindi og ekki fyrirgrífni sjálf við lærðu og lærðu og lærðu. Og það var sagt mér Það var sagt mér, já. En það sé flogið á Ísafjörð og skyldi það verið gert. Kvöldstemming hérna, fólk aðeins búin að fá sér í annan og þriðja og fjórða bótinn. Við búin að færa þessu út á skörinn eitthvað. Í skýta kvöldi, þannig að það þykist vera svona statt í útlöndum. Það er svo, við erum náttúrulega aðlaga okkur. Mörginn. Tektur upplögu, kannski þú endur texti. Ég er bara að gefa þetta í eftirni mínu. Þetta er ómorganlegt, alveg. Leigubíl eða síðasta leigubíl, last leigubíl. Hugsanlega á ég séns á að koma með það, ég veit það ekki. Er pláss fyrir mig, ég veit það ekki. Nei, það er ekki pláss fyrir þig. Ekki pláss fyrir mig. Það er ekki pláss fyrir þig. Það er ekki pláss fyrir mig. Þannig að ég verð að bíða hans.
1 hour. Maybe 2 hours. I don't know. Góður dagur. Hljómaði þetta ekki virkulega? Já, þetta er bara. Það spila skuggalega hana, það er fínt. Þetta er eins og að horfa inn í hlaup á Haglabísu. Já, þó veiðimaður kemur upp í þér, sko, svona einhver, og verður bara plaffaði niður, sko. Þarna er hópurinn svona einhverju bæjaralti. Það er svona að teka á fortíðinni, sko, labba hér Þarna auður hér. Og náttúrulega gestarbætur, sko. Já, þetta er svona einn fjákúna myndinni. Og liðið strax fyrir fram að sjálfan. Og eitthvað svona fortíðaþrá sem dúkkar upp. Hér var ég og hér var ég, svona eitthvað dæmið. Þetta er yfir. Og sýni þá húsið. Hjallinn. Hér var farið, sko. Ýmislegt fyrir við okkur núna. Þetta er ekki lagið þetta. Er þá við hæfi að enda hér þessu skólu? Við erum að derja það, við erum að geta bjúgu og eitthvað viðbjörg og ég veit ekki hvað það er. Nei, þetta var bara kaffiteri. Það er kaffiteri, það var ekki dýrt hérna, það er ekki. Við erum bara gestarbætur, það veit ekki svona. En hérna, ég held þetta að væri kundi. Er þetta svona hreyfing? Já, já. Ekki við hæfi að enda spóluna hérna á þessu listaverki til Nóa. Eitthvað hnöttur, sko. Grjót í einhverjum hnetti. Þetta er bara heilsa, bænafl.